Arion banki hefur kynnt nýtt húsnæðislánaframboð vegna óvissunar sem skapaðist á íbúðalánamarkaði í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar í máli gegn Íslandsbanka. Nú verða í boði verðtryggð íbúðalán með fasta vexti til 3 eða 5 ára og lánstíma allt að 30 ár, en einnig óverðtryggð íbúðalán með fasta vexti til 3 ára með lánstíma allt að 40 ár. Bankinn stöðvaði tímabundi veitingu verðtryggðra lána í seinni hluta október vegna dóms Hæstaréttar. Þegar fastvaxtatímabilinu lýkur verður hægt að óska eftir endurfjármögnun án uppgreiðslugjalds, hvort sem verðtryggt eða óverðtryggt lán er að ræða. Sé það ekki gert, taka við þeir breytilegu vextir sem í boði eru í tilfelli óverðtryggðu lánana að viðbættu vaxtaálagi. Í tilfelli verðtryggðra lána taka hins vegar við hærri fastir vextir sem tilgreindir eru í skilmálum. Og hingað er kominn Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi. Velkominn. Þú ert vanur að svara spurningum lesenda Vísis hin ýmsu mál sem koma fjármálum og nú ætla ég bara að vera fulltrúi almennings og spyrja þig þetta mál, því ég held að margir séu ringlaðir og kannski átti sig ekki alveg á stöðunni. Kannski fyrsta, mikill munur á þessu útspili Arion banka annars vegar og hins vegar Íslandsbanka sem tilkynnti þetta sína breytingu í gær? Það eðlismunur á því, það ekki mikill munur. Það hins vegar tiltölulega mikill munur á viðbrögðum þeirra og Landsbankans sem reið á vaðið. Og loksins, það eru kannski stóru fréttirnar, loksins eru málin aðeins farin að skýrast. Við erum ennþá að bíða eftir lífeyrissjóðunum. En bankarnir er búnir að ákveða svona hvernig þessu verður lent að minnsta kosti fram að næstu dómum. Og þau fara 3 tiltölulega ólíka leiðir. Landsbankinn ákveður að bjóða engum verðtryggð lán nema fyrstu kaupendum. Íslandsbankinn og Arion banki ætla hins vegar að bjóða verðtryggð lán, þar sem Íslandsbanki hyggst fara eftir þessu nýja vaxtaviðmiði Seðlabankans en ekki Arion banki. Þetta er mjög áhugavert, þetta sýnir okkur að það er ekki allir sammála það hvernig þessu er lent að sinni, að minnsta kosti. En það kannski góða fréttir fyrir lántakendur að þeir hafa þá 3 mismunandi möguleika að verður kannski einhver samkeppni milli bankana eða ólíkir kostir? Ég hugsa það. Ég held að það sé jákvætt að fólk geti þó að minnsta kosti borið saman ólíka leiðir í þessu. Okkur vantar lífeyrissjóðina inn á þennan markað til viðbótar. Hins vegar eru kjörin kannski ekki betur en þau voru fyrir dóminn, þannig að það er svona það sem okkur vantar er að það sé einhverja leiðir til þess að berja niður þá vextina á þessum lánum, en þeir sem hafa verið látnir núna hanga í lausu lofti, bíðandi eftir því að geta endurfjármagnað eða tekið lán, geta minnsta kosti borið þetta saman og sé hvað hugnast þeim best. Ég ætla einmitt að spyrja næsta fyrir þá sem eru að taka lán. Er staðan verri núna eftir dóm Hæstaréttar eða er hún betri? Er hún bara eins? Hún er ekki eins. Valkostirnir eru færri. Það er erfiðar að átta sig á þessu vegna þess að þetta er svo nýtt. Það var allt saman að breytast. Það er ekki betri kjör. Þannig að það sem er þó að minnsta kosti jákvætt er að nú erum við komið með niðurstöðu í mál sem hafði verið fyrir dómi. Þannig að við vitum núna hvað er satt og rétt. Við vitum við hvað má miða. En fyrir hinn almenna lántakanda sem er að velta fyrir sig sínu húsnæðislán er það ekkert að batna með þessu. En þetta er ekki kannski sigur neytendana eins og var slegið kannski upp fyrst? Það er bara allt og snemmt að hrósa sigri í því, það á bara eftir að koma í ljós. En er þá kannski bara þitt ráð til fólks út af allt þetta með að vextirnir breytast? Þurfum við að vera meira með fókus á vöxtunum og endurfjármagna? Þurfum við að vera með augun á boltanum þarna? Já, þetta er stóri punkturinn. Þetta er akkurat það sem skiptir svo miklu máli. Þetta er ekki allt saman eins allstaðar og það er heldur ekki víst að það sami hendi þér og kannski fyrir 2-3 árum eða muni henda þér þegar að þessi lán koma síðan á vaxta endurskoðun. Við verðum að vera mjög virk í þessu. Það er ekki dýrt að endurfjármagna almennt og þetta eykur enn frekar þörfina á því að við séum duglega að fylgjast með. Takk fyrir þetta, Björn. Ég held að niðurstaðan sé að þjóðin þurfi fjármálakennslu en það er annað mál, við ræðum það síðar. Takk fyrir.